Sæl aftur og velkomin í föstudagsþátt N4, helgar þátt stöðvarinnar. Háskólar landsins eru í hættu, segja rektorar skólana. Eyjólfur Guðmundsson er rektor Háskólans á Akureyri. Ja, þið segið í raun og veru að fjárhagurinn sé þannig að skólastarfið sé í hættu og þið eru allir saman sem einn í þessu. Herðu, já, takk fyrir það, Karl. Við erum með núna ábendingar til almennings og stjórnmálamanna það að eins og framtíðin lítur út núna, að þá eru háskólar í hættu. Þetta tengist nýrri fjármálaáætlun sem að lögð var fram á vegum ríkisstjórnar nú í haust, þar sem við sjáum 5 ár fram í tíman hvaða fjármagni verður veitt til háskólana. Og þar er ekki gert ráð fyrir neinni aukningu á næstu 5 árum. Og það er mikið reiðarslag fyrir rektorna að sjá þessa fjármálaáætlun vegna þess að það er ekki enn búið að ná tilbaka þeim mikla niðurskurði sem varð eftir kreppuna. Þannig að ástandið í skólunum er þannig að það hefur verið, ég var að segja, nánast gengið að útsæðinu. Það er búið að vera mjög þröngur kostur síðastliðin 8 til 9 ár og þess vegna var það reiðarslag fyrir okkur að sjá þessa fjármálaáætlun og það er það sem við erum að benda á. Fjármálaáætlun setur háskóla í hættu og háskólastarfsemi á Íslandi í hættu. Það er mikið talað innviði þjóðfélagsins þessa dagana. Ég held að flesti getur verið sammála að innviðir eða háskóla landsins teljist til þessara innviða eða grunnstoða. Þannig að þessar grunnstoðir eru sem sagt í raunverulegri hættu. Þessar grunnstoðir eru í raunverulegri hættu og það sem er erfitt kannski fyrir háskólarektor að útskýra er að við sjáum 5 ár fram í tíman. Við vitum að það tekur áratugi að byggja upp skóla en það tekur ekki nema örfár ár að missa það niður aftur. En þið komið núna fram með þetta. Þessi tímasetning, einhver myndi segja að hún sé útpæld. Hún er ekki útpæld, hún er viðbragð. Vegna þess að fjármálaáætlun er samþykkt nú á haustþingi, það er boðað til kosninga vissulega. En rektorar skrifuðu sambærilega yfirlýsingu í fyrra og árið þar á undan, þar sem við bentum á að ríkisstjórnin væri ekki að uppfylla markmið Vísinda- og tækniráðs að ná svokölluðu OECD meðaltali fyrir lok ársins 2016 og við erum eiginlega langt frá því, það munar tugum prósenta. Hvað eru háskólar landsins að fá mikið fjármagn frá hinu opinbera og svo hversu mikið vantar ykkur? Þetta eru sem háskólanir sem slíkir sem heild rétt 20 milljarðar og þetta eru 30 milljarðar ef við tekum lánasjóðin og aðrar slíkar stofnanir með inn í það dæmi. Við erum að tala verulega fjárhæðir, við erum að tala að á næstu árum, það til dæmis á þessu 5 ára tímabili, að þá þurfa að auka fjármagn til háskólana allt að 6 milljarða sem hægt er að auka 1 til 2 milljarða á ári. Sem dæmi að það var í Vísinda- og tækniráði þeirri stefnu sem sett var fram, kveðið á að það skyldi auka fé í samkeppnissjóð og það var gert og það var gott. Þar voru með stefnu, aðgerð, framkvæmd og það var aukið sitthvern milljarðinn í tækniþróunarsjóð og vísindasjóð. En þessi stefna að auka til háskólana, hún var einfaldlega ekki sett inn í þessa fjármálaáætlun. Og þess vegna erum við að benda á að fjármálaáætlunin tekur ekki mið af stefnu Vísinda- og tækniráðs. Þið hafið væntanlega gengið á nokkra fundi fjármálavaldsins og svo framvegis. Hvaða viðbrögð eru það að fá? Viðbrögðin eru tiltölulega einföld. Það telja sig allir skilja okkar vanda en ræða hér sé tiltekin forgangsröðun í gangi á fjármunum. Og það er vissulega rétt að það er forgangsröðun í gangi en það má benda á að í slíkri forgangsröðun og þá eru teknar margar pólitískar ákvarðanir til langs tíma. Og það sem við viljum kannski gera er að taka þetta aðeins burt úr hægri vinstri pólitík og spyrja viljum við ekki bara tryggja það að grunnstoð landsins sé í lagi til að við getum mannað spítalana, til þess að við getum mannað skólana, til þess að við getum stutt við frumkvöðlastarfsemi og stutt við þá miklu flóru af hugverkafyrirtækjum sem í landinu í dag. Þar liggur framtíðin. Þar vilja börnin okkar vera. Þau vilja vera í þeim iðnaði sem að býður upp á sömu tækifæri eins og erlendis. Án góðra háskóla þá getum við ekki gert það til framtíðar. En þegar þú skannar yfir sviði núna þessa dagana, kosningaloforðin þau eru að koma alveg á færibandi. Hvað sýnist þar ef þú lest í kosningaloforðin? Kosningaloforðin sem slík ég nú tekið eftir því að þau eru rétt aðeins byrja að trykla inn og tengjast mikið húsnæðismálum. Húsnæðismálum hjá ungu fólki sem vissulega vandamál. En menntunin bara einfaldlega ekki nægilega mikið í umræðinni.
því að menntun grunnurinn að velferð framtíðarinnar. Þess vegna kannski það átak sem við leggjum í núna svolítið miðað að því að við náum umræðinu menntun og hvað við viljum gera sem þjóð í menntun. Ég minni á að hér við síðustu aldamót, þegar Íslendingar voru að stefna því að verða sjálfstæð þjóð, og þá var það eitt af því fyrsta sem við gerðum var að stofna háskóla. Því við vissum að ef við ætlum að vera með nægilega öflugt fólk til þess að standa undir þessu þjóðfélagi, þá þurftum við að bjóða upp á öfluga og góða menntun. Þetta eru miklu fjármunir sem að eru lagðir í háskólasamfélagið. Er ekki þetta að spara? Það er búið að spara í 9 ár, þannig að ég myndi segja það eftir að ég er búin að starfa við Háskólann á Akureyri í 2 ár, þá segi ég nei, það er ekki lengur hægt að spara. Það er búið að spara inn að beini og ég hef sagt að ef það kæmi til niðurskurðar innan Háskólans á Akureyri, þá er ekki að tala um að spara, heldur þá er að tala um að skera af, minnka, draga úr framboði, fækka nemendum og svo framvegis. Ég held að það sé ekki svo mynd sem að fólk vilji sjá til framtíðar og það er það sem við segjum þegar við segjum að háskóla sé í hættu. Það er raunverulega hætt á því að aðgengi minnki og framboð minnki. Nú eru örugglega einhverjir sem að spyrja kannski sem að eru að horfa hvað með sameina háskóla. Ég veit ekki hvort að það myndi spara eitthvað, myndi það gera það? Háskólanir vinna mjög mikið saman á 2 vettvangum. Við erum til dæmis bæði að vinna með Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands hér á Akureyri. Þannig er það að varðandi tölvunarfræði að Háskólinn í Reykjavík er með nemendur skráða í nám hjá sér en þeir stunda námið í gegnum Háskólann á Akureyri með því að fá aðgengi að fyrirlestrum þar en við erum með kennara hér á staðnum. Við erum með sameiginlegar námskráður í fjölmiðlafræði á meistarastigi. Við erum með sameiginlega þjónustu sem við bjóðum upp á hvað varðar tölvukerfi og svo framvegis. Það er gríðarlega mikil samvinna í gangi nú þegar þannig að ef það beinar sameiningar að ræða þá er sá sparnaður svo afskaplega lítill dropi í hafið af þessari heildar fjármunum sem vantar eins og ég sagði áðan. Við erum að tala upphæðir í kringum 6 til 8 milljarða. En hvað með auki fjármagn frá atvinnulífinu og svo framvegis? Er það eitthvað sem kæmi til greina? Algjörlega og það er mjög áhugavert í þessu samhengi að hugsa til þess að við þurfum að tengja miklu betur nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi innan háskóla og milli háskóla og við atvinnulífið beint og þar geti atvinnulífið vissulega komið inn. En þá þurfum við að búa til farveg fyrir slíkt samstarf bæði með skattalegu hagræði og ekki síður með því að leyfa skólunum að vinna þá beint með fyrirtækjunum sem að í okkar núverandi kerfi getur á köflum verið erfitt og það er þá verkefni sem þarf að fara í, sem þarf þá fjármuni til þess að fara í. Ef að þú ætti nú að gefa ungu fólki sem að er að velta fyrir sér háskólanámi og í hvað ætti þá að fara, ef þú ætti nú að ráða því virkilega heilt, er þá staðan sem sagt svo að þú myndir segja við þetta unga fólk, það er skynsamlegt fyrir ykkur að fara til útlanda? Ég myndi segja að í dag er staðan svo að háskólanir standa undir þeim gæðakröfum sem eru gerðar til þeirra. Við munum þurfa að efla okkar rannsóknir til framtíðar til að geta staðið í þeirri samkeppni sem við erum að keppa við erlenda háskóla. Ég myndi orða þetta frekar svona, foreldrar, ömmur og afar, börnin ykkar sem að núna er að fara inn í framhaldsskólana. Verið þið vissum að það verði háskóla til staðar þegar þau koma út. Af því að þetta er ekki spurningin hvort að við reddum okkur á næsta ári. Við erum að tala um það að það þarf að fjármagna háskólana til framtíðar. Þeir eru búin að bíða eftir leiðréttingu eftir kreppuna í 8 ár og hún er ekki komin. Þannig að ef þessi leiðrétting verður ekki komin innan næstu 5 ára þá myndi ég segja sá árgangur sem kemur hér út 2021-2022, hann þyrfti verulega að hugsa sig hvaða tækifæri er í boði. Því það getur bara vel verið svo að það verður búið að skera niður námsframboð á þeim tímapunkti og það verður bara hreinlega ekki aðgengi. Það verður ekki spurning það hvort það er að fara í íslenskan háskóla eða það verður bara ekki aðgengi. Það verður bráðum kosið og bráðum kemur ný ríkisstjórn. Þegar það verður búið að mynda nýja ríkisstjórn, komið þið til með rektorar að bíða svona bara við skrifstofu nýs fjármálaráðherra strax og hann hefur verið skipaður og bendunum á að ykkur vanti meiri fjármuni? Þetta er umræði sem þarf að fara miklu meira inn á Alþingi. Við erum núna búin við nýja gerð í fjármálum hins opinbera, það er ný löggjöf. Það sem gert er ráð fyrir að málaflokkar séu fjármagnar í stórum römmum. Það er Alþingi sem þarf að taka þessa ákvörðun og ræða þetta og setja auki fjármagn í háskólaramman innan þessara mörgu útgjaldaramma sem við höfum.
Svona aðeins að starfsemi háskólans hérna á Akureyri, þið talið mikið það og eruð nokkuð tengdir atvinnulífinu. Það að svona, ekki bara í næstu viku eða þar næstu sem að svona viðburður sem að ber yfirskriftina sjálfbærni og nýsköpun. Þið að horfa til nýsköpunar núna á næstu dögum. Já, það sem við erum að gera með þessari málstofu að fá 3 fyrirtæki sem hafa verið að nýta sér sjálfbærni hugtakið og gera það á nýstarlegan hátt. Þannig að það eiginlega nýsköpun í sjálfbærni og rekstri fyrirtækja. Þetta mjög gott dæmi það að háskólar og fyrirtæki í sameiningu geta stuðlað að betra og bættara samfélagi. Þetta gert til þess að tengja saman nemendur og fyrirtækin og ekki síst til þess að vekja athygli á því í samfélaginu. Hvað við erum að gera nýtt og hvað við erum að gera gott í því að undirbúa okkur fyrir framtíðina. Og þessi viðburður verður á föstudaginn í næstu viku milli 11 og 13 ef maður rétt. Hægt að afla sér upplýsinga á vefnum það. En þetta skýrt dæmi það að þarna eru fyrirtækin og starfsfólkið að vinna saman eingöngu byggt á þeim hvötum að ná tengingum. Og þetta myndum við vilja gera miklu meira en getum ekki í þeim þrönga ramma sem við höfum í dag. Fáum að fylgjast með þessu og sjáum til og við fáum að fylgjast líka með hvort að það verði ekki settir meiri peningar í háskólasamfélagið. Eyjólfur Guðmundsson, þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir, Karl. Og við höldum hérna áfram rétt á eftir og hugsum þá og tölum ferðamál.